Sameindalíffræði eru svona dálítið tvær hliðar á sama peningnum. Það er það sameiginlegt að fólk að fást við að rannsaka starfsemi frumna og lífvera. Það er kannski svona fókusinn örlítið mismunandi eftir hvort fólk kallar sig sameindalíffræðinga eða lífefnafræðinga. Lífefnafræði og líffræðingar, munurinn. Lífefnafræðingar eru bara að skoða kannski það sama og líffræðingar nema bara með aðferðum efnafræðinnar. Þá með þeim rannsóknartækjum og búnaði sem efnafræðin hefur yfir að búa, sem hún býr yfir. Námið er þannig uppbyggt að það er sameiginlegt á milli lífefnafræðinga og sameindalíffræðinga fyrstu 2 árin. Á fyrsta og öðru árinu er gefinn mjög góður grunnur í grunnfögum eins og stærðfræði, efnafræði, lífrænni efnafræði, lífefnafræði, erfðafræði, sameindaerfðafræði, tölfræði til dæmis. Það eru þessi grunnfög sem menn þurfa að nota síðan seinna í sínum rannsóknum eða störfum. Lífefna- og sameindalíffræðingar skoða samspil og afurðir flókinna efnafræðilegra ferla sem eiga sér stað í lífheiminum, svo sem hjá plöntum og dýrum, og skoða hvernig það gerir líf eins og við þekkjum það mögulegt. Lífefna- og sameindalíffræðingar leita svara við spurningum á borð við hver er starfsemi líkamans og hvert er eðli sjúkdóma. Það er náttúrulega mjög ólíkt hvað sameindalíffræðingar og lífefnafræðingar rannsaka og það er náttúrulega fólk eftir að loknu BS-námi þá fara flestir í framhaldsnám og sérhæfa sig þá að minnsta kosti í meistaranámi og mjög margir fara erlendis í doktorsnám þar sem þeir sérhæfa sig í alls konar ólíkum viðfangsefnum. Og viðfangsefnin eru svo breið að það er mjög erfitt að nefna eitthvað eitt, en í grunninn þá byggist það allt saman á því að rannsaka einhvern veginn lífverur, frumur, erfðir. Það er ótal dæmi aðra rannsóknir sem eru í gangi hér, náttúrulega fræg viðfangsefni íslenskar erfðagreiningar, það er náttúrulega miklu leyti byggt á sameindalíffræðilegum aðferðum. Lífefnafræðinu notum við það í ýmsum fyrirtækjum. Þetta er í hug orð líftækni sem er að tjá ensím og vaxtarþætti í byggi og vinna alls kyns skemmtilega efni úr því, meðal annars snyrtivörur. Þannig að viðfangsefni lífefnafræðinga og sameindalíffræðinga eru mjög víð. Lífefna- og sameindalíffræðingar eru eftirsóttir í öll störf, meðal annars þau sem snúa að líftækni og hagnýtingu hennar. Líka á sviðum eins og læknisfræði, lyfjafræði, efnafræði, erfðafræði, matvælafræði, hvort heldur sem það eru rannsóknir eða iðnaður. Að sjálfsögðu koma lífefna- og sameindalíffræðingar líka mikið við sögu í kennslu og nýsköpun. Það má segja að fyrir lífefna- og sameindalíffræðinga sé auðugan garð að gresja að námi loknu í atvinnumálum.